Hvar værirðu núna hefðirðu aldrei leitað hjálpar? Ég væri bara dáinn. Ég alin upp á Íslandi og í Nepal. Já, þetta svona heimili mín, Ísland og Nepal. Ég á fíl sem heitir Gulab Kali og pabbi gaf mér hana þegar ég var 12 ára. Mamma var bara ótrúlega falleg og góð kona, sko, innan og utan. Var að berjast við manni í depression í nokkur ár. Alveg döðdags, já. Ég hef búin að hafa þessu hugmynd í mörg ár að vilja gera eitthvað sem við gerum vandamál í Nepal. Það eru mjög miklu fordómar hér eins og víða. Þannig að ég fékk Högna til að spila tónleikum. Ég var búin að vera þunglyndinn í mörg ár og síðan bara allt í einu, einhverju augnablikki, þá bara búm. Ég hamingjusamur. Fuglarnir að syngja og þeir að syngja fallegt lag. Þeir að syngja lag til mín. Vektist í Delhi, þá voru ég fyrsta manníakastinu. Það var mjög næmur með allt. Hann fyrirfór sér í nótt. Ég vil gera allt til þess að berjast gegn geðsjúkdómum. Mér finnst að maður getur talað við fílana og maður bara communication við jörðina. Þessi raunveruleiki sem við sjáum, hann er kannski ekki eins svart og hvítt eins og við sjáum. Hetjan hún mætir óreiðu, kaos og kaotík og skapar jafnvægi. Þannig alltaf þegar hetjan mætir einhverju hættu og tekst hann á það og stefnir því og finnur frið. En það er svona klassíska sagan.